Komið margblessa og sæl kæru hlustendur og eða áhörundur velkomin í boltahausana. Og ég ætla bara að minna ykkur það, ef þið byrja að hlusta núna, ítið og subscribe. Mjög einfalt. En Kristján, þú ert með mér hérna sæl? Ég hérna. Þú ert hérna? Já, blessaður og sæl, vinnur. Aðalumræðefni í þessu þætti verður fyrsta umferðin í ensku úrvarsdeildinni. Ertu sáttur með hvernig það allt saman fór? Sáttur, ekki sáttur? Nei, ég ekkert sáttur. Við erum að tala um það að þarna voru lið sem að ég vil meina voru að skandalarast og hérna bara ótrúlega lélegt hjá nokkrum einstaklingum, nokkrum liðum og aftur á móti velgert hjá öðrum. Þannig að sáttur? Nei. Mér finnst svo grunað ekki, en svo náttúrulega markaðurinn á Englandi opinn og það að berast bara eiginlega stór tíðindi og nú fari held ég stóru summunar að detta inn, það hefur svo búið að detta inn fullt af stóru summum sko, en hérna nú fer glugginn að vera loka eftir nokkra daga og nú fer allt að gerast. Ja, það bara komið tími til. Þetta búið að vera frekar dapurtrausti. Þetta búið að vera frekar. Nú vil ég að menn fara að rífa sig í gang hérna og rífa upp veskið, gerum góð kaup og reynir nú að búið til eina góða mynd á einhverju liðum hérna. Já, það hefur svo eitt lið sem óbærslega duglegt að draga upp veskið, það veskið reyndar bara, það bara á skrifborðinu, það bara opið þar. Það bara galopið. Já, og það bara dælist upp úr því Ég held að önnu lið mætti nú taka þetta til fyrirmyndar þess að sé rífa ykkur í gang. Já, ég vissi geta algjörlega tekið undir það sérstaklega eftir það sem ég var að horfa á, en eigum ekki bara að byrja þetta á fyrstu leiknum og svo bara tölum við ekki bara að tala um hvert lið bara svona þegar við erum að tala þar eða viltu að við tölum fyrstu liðin og hvernig við tala þetta? Við ætlum bara að byrjum bara á fyrsta leik og förum yfir þetta. Já. Og förum yfir þetta. Já, ég brjálaður, þannig við sko bara drífið þetta af. Já, við Kristján brjálaður, gott fólk að passa sig. Já. Byrjum þetta byrjaði allt á föstudeginum, gott fólk, þegar að Englandsmeistarar Arsenal tók á móti nýliðinum í Coventry. Þessi leikur Coventry var engin fyrirstaða fyrir leikmenn Arsenal bara lék á alls oddi. Havertz byrjaði að skora á 15. mínútu, Saka á 23. Svo Ødegaard á 49. 3-0, þetta voru lokatölu leiksins og hefðurinn geta verið miklu herra. Ég klárlega og eins og þú segir, engin fyrirstaða fyrir Arsenal. Bara heildarmyndin í Arsenal stórkostleg og þeir voru hreinlega svona 10 klossum betri heldur en Coventry. Já, þeir voru mörgum skónúmerum stærri og betri. Já. Og Arsenal líta bara ógeðslega vel út, ég ætla bara að segja það. Já, þetta bara stórkostlegt lið. Já, og þeir að styrkja sig sko. Já, nákvæmlega. Og þeir að styrkja hópin. Já. Það mætti önnulið taka það líka fyrir myndar. Ødegaard stórkostlegur. Já, hann var frábær og átti skila að skora leiknum af svona pínu klöfska mark þannig óvart en hérna það telur. Það telur. Og að pumpra bekoðið. Já. En Arsenal menn líta bara fáralega vel út og eins og ég sagði og þeir að fara að bæta við sig. Já, nákvæmlega. Færum okkur yfir á laugardaginn. Þetta byrjaði allt á nýliðum Hull. Fyrsta skipti í ensku úrvalsdeildinni í langan tíma og fengum Manchester United í heimsókn. Það var mikið spenna hjá Hull-liðum fyrir þessum leik og þetta markatölu Hull byrjar á því að Jæja skorar á 17. mínútu og Mendy á 38. mínútu og úr fyrstu leikadriði og svo bara skeður ekkert með United menn bara þeir voru hvernig var orðað, þeir voru bara andlausir, þetta var bara þeir voru bara skrýtnir. Nei, Trausti,
þeir voru ekkert skrýtnir. Þeir voru bara nákvæmlega eins og þeir voru á síðasta tímabili undir stjórn ákveðins stjóra, og Michael Carrick, bara því miður fyrir hann, þá er hann með sko huglausa, andlausa menn í liðinu og ömurlegan fyrirliða sem að enn einu sinni að sýna það að þetta er drengur sem ágjöra fyrirliði. Ég verð að segja alveg sér, Trausti. Við erum að tala um það að glugginn hefði mátt vera betri hingað til fyrir United, ég er algjörlega á því, en heildarmyndin í liðinu byggðist að andleysi, hugleysi og algjörlega skort á drifkrafti, og ég er á því að þessi hópur sem að er þarna hjá United, hann er fullur af leikmönnum sem hafa sko gengið í gegnum marga stjóra, og þetta eru leikmenn sem hafa því miður og mikið vald, allt og mikla dúklísur, og það er komið tími til að hreinsa út. Og ég ætla að segja það bara. United þarf að losa sig við Bruno Fernandes til þess að setja 0 klukkuna í gang, þannig að þeir geta fara að spila sem lið. Það er ekki hægt að hafa hann mann af þessi fyrirlega. Það er ekki hægt að hafa mann sem að býður ekki upp á þennan drifkraft sem að þarf að vera til þess að vera fyrirliði, hvað þá að stýra mönnum til þess að leiða lið til sigurs. Bruno Fernandes er ekki svo aðeili. Já, hann sýndi alveg fyrra þegar Carrick kom að hann gat alveg spilað og gat verið drifkraftur og allt það sko. Ég er alveg sammálaður, hann skánaði eftir sem leið á, en hann ætlar að byrja að grilla þetta tímabil að vera algjör dúkkulísa. Já, hann var ekki góður í þessum leik. Nei, hann byrjar tímabil á leiðinu stað og minna sko skot á ramman, Húlin með 4 á móti 5 frá United, bara svona smá í sér tölfræði sko. Nákvæmlega. Hann er við klárlega voru búin að afskrifa Húl fyrir tímabilið, voru búin að segja það að þeir myndi verið langsamlega snæðstir. Ég er endar held það ennþá. Já, ég er alveg þar. Þeir voru einfallega betri heldur United. Já, þeir raunveru bara svo heldur bara sínu stöðu og raunveru sko, United menn þeir komist ekki áfram. Já, gátt ekki neitt. Nei, raunveru ekki. Þetta var ótrúlega skrítið að horfa á þetta, en Húl raunveru þeir gerðu það sem þurftu, þeir börðust fyrir stigunum og þeir áttu að skilið. Þeir áttu að skilið. Það er bara þannig og Húl, þeir tóku öll stigin á heimavelli. Nú, Everton, þeir voru líka á heimavelli þegar Crystal Palace mætti í heimsókn til þeirra og þú varst algjörlega búin að afskrifa Everton-liðið á þessu tímabili. Já, vera rólegir, tímabili er bara rétt að byrja. Já, saman með United, tímabili er bara rétt að byrja. En ég setti það í 7. sæti, vinnur. Minnaði á það. Ég setti United í 7. sæti. Já, það er enda alveg rétt fyrir. Þú setti líka Everton í hvað 17. 16. sæti eða eitthvað. Everton, Dewsbury Hall skorar að 40 og annari mínútu. Barry mjög gott fyrir hann að hafa skorað 53. mínútu. Everton 2, Crystal Palace 0 og þeir voru flottur á heimavelli, Everton. Þeir voru virkilega flottir og eitt enn, ég verð bara að koma að já, þú veist hvað ég ætla að segja. Uppáhaldsmaðurinn Jordan Pickford var frábær í þessu leik. Erum við alveg að fara í gegnum enni tímabilið þar sem þú ætlar að taka þessa ömurlegu umræðu í hvert einasta sinn sem að drengurinn er fyrir boltanum. Já, Crystal Palace menn voru lélegir, þetta voru ömurleg skot. Ekki rétt, hann átti allavega eina alveg bara meistaralega markvislu. Ok, eina meistaralega. En þetta voru ömurleg skot í heildina og ég er á því að þetta Crystal Palace lið verður að sko hísi upp þessu brækurnar ef ekki vill að fara, því að það vantaði helling upp á þetta lið. Þetta lið er allt annað heldur en þegar Oliver Glasner verður með það er nokkuð ljóst, og ef ekki vill að fara þá verða leikmenn Crystal Palace að taka sig á, því að þetta var ekki boðlegt.
þetta var vel gert Everton, ég ætla að gefa þeim það. Já, ok. Þeir áttu þetta skilið. Já, þeir gera það. Herðu, nýtt lið sem kom upp í deildina heitir Ipswich. Þeir voru á heimavelli sínu þegar Sunderland mætti í heimsókn og Ipswich þeir ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða þetta svo þetta hljómi vel, ég ætla bara að segja þetta einhvern veginn og bara takk ég svo ekki illa. Sko ok, það er alveg lið þannig í þessari deild sem að kaupa menn og segja menn þurfa aðlagast og aðlagast enska boltanum og allt það. Ipswich kaupir 9 menn fyrir þessi tímabil og eru ekki búnir að kaupa 7 af þeim var í byrjunarliðinu og Ipswich vinnur 2-1 meðan að Brasilíumaður Emerson var hérna frammi og skoraði sitt fyrsta mark í sínu fyrsta leik. Vísa var annars sem hjálpaði rosalega til við að gera þetta mark en það býtur ekki máli en hann var bara góður í þessu leik og Ipswich menn bara voru þeir voru segir minna þeir voru að skapa sér færi þóttu að voru minna með boltan og allt það en hérna þeir skoruðu þessi 2 mörk og hérna lítu bara alls ekki illa út. Ég er algjörlega sammálaður og ég veist þessi leikur kannski segja meir Sunderland heldur en Ipswich að mörgu leyti. Við erum að tala um að þetta verður langt og strangt og erfitt tímabili fyrir Sunderland og þeir ætla að fara svona í leikina. Þeir eru líka í Evrópukeppninni og þetta finnst mér sýna það að Sunderland þarf að gera betur, þeir þurfa meiri breidd, þeir geta lent í vandræðum. Já, með þeirra lið eru í Evrópukeppninum þá skipti breiddin bara öllu máli. Það er bara þannig. Og lið hafa farið flatt á því. Já. En vel gert byrjunarleikurinn í Ipswich en eins og við vitum þetta bara fyrsti leik og það er mjög erfitt að mæta eins og liðum í fyrstu, hvað við að segja 3 leikjunum allavega sem 9 liðum. Já. En já það er ekki döðvelt, en vel gert hjá Ipswich mönnum nú Nottingham Forest þeir voru heimavelli og Leeds Saranders komið til þeirra þetta var þetta var nú ekki kannski leikur ógnana, það var meira svona barátta á vellinum en Leeds Saranders náðu inn 1 marki úr aukaspyrnu á 88. mínútu Leedsarar, eða Forest 0, Leeds 1. Glasner byrjar með tapi. Glasner byrjar með tapi, en hérna, mér fannst því sjálfur sér þetta var sanngjarnt, með þetta líka var ósanngjarnt og skilur við, þetta gat alveg fara alla kanta, skilur við. Það var alveg þannig, en hérna, seglan og hérna, í þessu Leeds liði alveg athyglisverð. Það sem mér finnst vera bara munun á þessum degi, það var nákvæmlega það að Oliver Glasner búin að vera stutt með liðið og Daniel Farke búin að vera með liðið lengi og þeir vita hvað þeir eiga að gera leikmennir meðan leikmenn Nottingham Forest eru ennþá að læra og kerfi hjá Oliver Glasner og það var munurinn. Ok, hljómar fer. Jæja, nú leikurinn sem að Kristján kannski hlakkar ekki rosalega til að tala en við þurfum að sjálfsögða að greina hann leik. Það Brentford sem voru heimavelli fengu eyðslu seggana í Tottenham í heimsókn þessi sem eru með galopið veskið bara á stofuborðinu eða bara held út á sólpalli sko. En þessi leikur fór ekkit rosalega vel fyrir Tottenham litu bara mjög illa út þessi leikur fyrir Brentford 3 Tottenham 0 og þetta hefði getað farið mun verra. Yfir til þín, Kristján. Sko, Trausti, ég ætla bara að segja reitt. Bí spenntur. Ég bjóst engafinni við þessu, hvað þá þessar raskellingu, en það sem ég var mest hissa á, það var bara hugmyndasnauð og uppgjöf Tottenhamanna. Ég bjóst ekki við því. Ég sé það bara strax að veikleikin hjá Tottenham klárlega að þeir eru með engan eiginlegan strækjar sem á að vera raðin mörkunum og þetta er vandræði. Þeir eru með Richarlison rólegu sko. Já, en þú veist, hann var ekki nægilega góður. Tottenham náttúrulega rosalega, bara sterklega orðað til dæmis við Gakpo. Já. Og
Marmús Já. og þeir voru bara, það er bara nýtt, bara staðfest, það er bara búið að staðfesta það að Savinho er ekki enginn að ræði Tottenham frá Manchester City á 75 milljónir punda. Akkurat. Og by the way, þetta getur hækkað 10 milljónir í viðbót eftir ákvæðum. Já. City græði þetta alltaf vel á þessu því að City borgaði í Girona 30 milljónir punda fyrir 2 árum síðan. Þetta er svo sem mikill markarókur, hann skoraði 3 mörk í 84 leikjum hjá City en þetta er Savinho. Já, þetta veist, það er náttúrulega ástæða fyrir því af hverju þessi tala er þetta há og þetta er leikur, þetta er svona, þetta er kaupleikur, skulum við kalla þetta. Staðan er bara þessi að Tottenham er líka farin á sér í Omar Marmoush og frá City. Frá City. Þetta verða lán út þetta tímabil með skyldu kaupum eftir tímabilið. Og ástæðan fyrir því að verðið fyrir Savio er þetta hátt, það er einfaldlega vegna þess að þeir vildu fá ákveðna uppæð fyrir Omar Marmoush en til þess að City þyrfti ekki að borga Eintracht Frankfurt fyrir meira, fyrir ákvæði sem að væri í samningunum á milli þeirra, það er að segja 59 milljónir ef ég mann rétt, þá er það þannig að Tottenham gerir sitt í þann greiða að borga herra fyrir Savio heldur en raungildi eða raunvirði er á honum til þess að City fái það sem þeir vildi fá út úr Omar Marmoush. Þetta er leikurinn sem er í gangi. Þetta segir mig að þetta sé bara einhver svona, hvað maður segir, leikur með tölur og blaði. Þetta er ekkit annað. Þetta er bara Excel-skjal sem er verið að fylla út og við getum hugsað þetta bara svona. Manchester City vildi fá ákveðna upphæð fyrir báð þessa leikmenn. Þeir fá þá upphæð og Tottenham býst til þess í raun og veru út frá samræðum að borga herru upphæð fyrir Savio heldur en og læra fyrir Marmoush. Ok, hvað heyrður þetta? Þetta er bara þannig. Samningurinn sem að City gerði við Eintracht Frankfurt, ef að upphæðin færi yfir minni með 59 milljónir, þá myndi City þurfa að borga Frankfurt ákveðna prósentu fyrir það. Og þeir sleppaði núna. Ok. Já. Ég tek sér hér. En, förum í leikinn, Trausti. Leikinn. Já. Bara rétt aðeins svona, bara tölfræðin, Tottenham var aðeins meira með boltan, en XG-in hjá liðinu, Brentford er með XG upp á 3,87, með að Tottenham er með XG upp á 0,57. Já. En það sá maður ofta til Robert de Zerbi bara halda höfðu sínu á milli handana með hausinn niður í bringu, skilur. Já. Þetta var alveg ömurlegt að horfa upp á þetta og mér fannst líka bara upplæði hjá honum de Zerbi ekki alveg gott. Hann byrjaði með Bergwell sem er búin að vera orðaðri burtu bara í allt sumar og hann er búin að væla sig inn í liði greinilega og ég var bara mjög óhress með að sjá hann byrja þarna. Mér fannst hann í raun og veru ekki passa við Tonali, þeir eru allan áttu ekki nægilega vel saman. Mér fannst Van Heckel ekki nægilega góður og Bergwell var ömurlegur í þessum leik, algjörlega. Hann var raun og veru til vandræða og já, ég ætla bara að kenna honum einhverju leiti eitthvað af þessum mörkum, en höfum þetta á hreinu. Brentford voru frábærir, algjörlega frá fyrstu mínútu og hefðu getað skorað fleiri mörk þar sem að Thiago klúðraði víti. Já, til dæmis skautstöng. Já, þetta Tottenham-lið sem er þarna, það býr mikið meiri í því heldur en þetta, en ég bjóstu meiru frá þeim, ég bjóstu meiru frá de Zerbi og ég ætla að skella heildarskuldina á de Zerbi.
Hann Herðu, átti að vita betur. í markinu hjá okkur hjá Tottenham, þar var hinn umræddi Kinski Já. sem að Tudor tók að lífi í meistaradeildinni á síðasta tímabili, en algjörlega. slúðri fyrir örfáum dögum síðan. Já. Og það kannski skýrir líka með hennar leik með Aston Villa, en Tottenham hefur áhuga á Martínez, markverði Aston Villa. Villa, þeir keyptu sér markverði í vikunni, Já. hann heitir Sion Suzuki, Já. og það ýtir enn meira undir brottför Martínez, og það talaði það að Tottenham ætla að kaupa Martínez. Já. Martínez, hann var ekkert sjáanlegur í Villa-leiknum, við fyrir við það eftir. Já. En hvernig líst þér á að fá Martínez? Það er skárinn Kinski. Hann er flottur markmaður, en karakterinn hans er ekki nægilega góður, en kannski mun hann bara passa þarna inn, og kannski De Zerbi getur haldið honum á jörðinni. Flottur markmaður, klárlega, og jú, hann er betur en Kinski. Hann er betur heldur en Kinski, það er engin spurning. Já. Vonbrigðin með þennan leik eru gríðarleg, en maður getur fyrirgefið, þetta er fyrsti leikur, en má ég segja drullugur í gang, þegar þetta var ömurlegt. Þú mátt alveg segja það, við leifum það algjörlega. Já, þakka þér fyrir. Það er drullugur í gang, þetta var ömurlegt að horfa á þetta. Já, nákvæmlega. En eins og við sögðum, Tottenham er með ennþá með veskið opið, og það er eitthvað mikið að fara að gerast, og Tottenham eru enn að styrkja sig. En það er ekki nóg að vera með veskið opið. Mættu leikina, sýndu hug, sýndu dirsku, og spilaðu eftir hámarskjark sem þú hefur. Ekki eins og bleiða. Já. Það var allt og margir sem voru huglausir. Já. Þeir kundu það, þetta var ekki, en minna Tottenhamlið De Zerbi tekur við seint. Þetta þarf kannski einhver smá tíma, og hann er að koma fullt af nýjum mönnum og allt það. Þetta mun taka smá tíma, en ég vil sjá. En vorum við ekki að tala Epsi sem að voru með skilurinn nýju leikum kipta? Akkurat það sem ég ætlaði, þess vegna myndist ég á það. Það er engin afsökun að vera búin að kaupa nýju leikmenn. Engin. En Patran gerir betur. En það er að gera betur. Það er alveg þannig, og ég hugsa að þau muni gera það. Já. En það skitu fleiri, og mér sé að dálítið meira í heyið heldur en Tottenham, förum yfir á sunnudaginn. Því að þar tóku Brighton-menn að móti liði Aston Villa, og Aston Villa liði, þeir skitu hressilega í heyið í þessu leik. Eins og ég tók fram áðan, Martínez er orðaður slúðraður frá liðinu, og í markjum til dæmis var Marco Bissot, sem er 35 ára, búin að vera varamarkvörður, og hann var inn í markinu, en það byrjaði hann glæsilega, til dæmis að Lindelöf skora sjálfsmark, hann vissi kannski ekki mikið gert í því, hann var á hlaupum og allt það, en það var bara 8. mínútu, Brighton komnir yfir, og Hinshelwood, hann gerir 2 mörk, hann skorar á 30. og 31. mínútu. Þetta er bara rosalega mistök aftast, og Aston Villa liðið og Unai Emery, þetta lítur mjög illa út. Unai Emery er reiður, hann er sár og svektur, og maður hefur bara viðtalið við hann eftir leik var svakalegt. Já, það var það. Já, hann var bara óhress með margt. Þetta er greinlega áhugavert hvað er að gerast hjá Aston Villa. Er þetta orðin aftur svona söluklúbbur? Það sem að þeir að selja svona helstu stjörnur og bæta ekkert í staðinn. En ef við ætlum að tala bara um þennan leik, þá var Lindelöf ömurlegur. Jú, hann gerir sjálfsmark, en hann var líka bara, hann átti ömurlega leik, og ekki var Torres skárri
Það Gómez. Gómez var ömurlegur og Hann fikk rautt spjald í fyrri hálfleik, sko. Já, Madsen líka, skilur við. Þetta var ekki með þannig að varnarlínan var bara ekki nægilega góð og svo gerir hann hann gerir smáis breytingar. Þessar breytingar voru ekki að virka. Mér minna minna villaliði, minna þeir voru orðnir manni færri á 40. mínútu, Já. En eftir það kom ekki annað mark. Endur líka Brighton svo sem bara, ok, við ættum bara komið. Brighton 73% bolta. Já. Með XG upp á 3,77 á móti 0,29. Brighton með 6 skot á ramman. Já. Aston Villa 0. Þeir eru með ekkert skot á ramman. Já. Þetta Aston Villa liði sem að við hrósum, allir hrósum á síðan tímabili. Þetta eins og við auðvitað, við erum alveg búin að fara yfir það er búið að vera næstu brun út svona hjá þeim, en það er það, þetta lítur mjög illa út. Já. Bara mjög. Algjörlega. Og ég hef bara, ég bara segist, ég hef bara alltaf sjokkaraði fyrir hönd Aston Villa stundismanna bara hvernig liðið var. Ég er algjörlega sammálaður og maður svona velti fyrir sig með þetta viðtal þá kæmi mér ekkert óvart ef að Unai Emery myndir hreinlega bara lappa út. Tekur bara Eddie Howe á þetta. Já, hann var bara reiður og hún finnst greinilegt að það sé búið að mála hann út í horn það að hann bara stýringur í liði sem að er búin að gera vel undir hans stjórn, en núna hann alltaf vera með leikmenn sem ekki tilbúinir í hvorki deildni Evrópukemnar. Nei, svo það náttúrulega eftir, Já, come on. En tökum samt ekkert af Brighton, þeir litu rosa vel út. Þeir voru hreint út satt frábærir. Það er bara þannig. Og voru frábærir í þessum leik og þeir verða hættulegir. Þeir verða mjög hættulegir. Já, ég ætla að sé alveg morgunljóst. Herðu, Man City voru heimavelli þegar Bournemouth mætir í heimsótti þeirra. Þetta var erfiður leikurinn og veru fyrir City. Bournemouth skorar á 27. mínútu og það er bara þannig. Þá hundi Gehi skorar 84. úr hotspinnu og Guardiol skorar svo 91. mínútu. Það fer í var og annað og og það kemur svo ljós að Guardiol var ekki rangstæður og City svona, þeir ná sigrinum, en það var ekkert meira en það. Það var ekkert meira en það, Mér fannst bara Bournemouth vera virkilega þeir vörðust við, þeir voru vörðust, voru að beita skyndisóknum og annað þetta. Vel. Já, þeir gerða nefnilega vel. En það sem ég verði að tala um, það er nýja staðan sem að Marquey var í. Heyrðu, hann var bara, fannst mér frábær þarna. Já, hann var farður upp á miðjuna. Já, varnarsinnaður miðjumaður. Já, varnarsinnaður miðjumaður. Svona eiginlega sexu. Já, og var svona, marksækin þegar það átti við, Hann var með þess að, spurður í viðtali, hvernig líst þér á að vera í þessu stöðu? Hann bara svona, ég veit það ekki. Já. En fyrst þú ert að tala um svona, þá verðum við getum ekki sleppt í að tala um það. Ok. Erling Haaland mætir með nýja klippingu. Hvar eru fallegu ljósir okkanir? Hann bara næstuð komið klippingu svo ég. Já, hann var ekki nægilega góður. Nei. Hann átt að skora leiknum. Hann átt að skora. Já, en ef við að taka orðu Zlatan Ibrahimovic, þá er það þannig að krafturinn er í hárunu. Já, Zlatan náttúrulega, hann var með hárið með miklu power, Já. Ég sá hennar á einhverjum miðlum þegar Erling Haaland hringdi í Pep. Já. Og sýndi honum nýju klippingar og Pep bara horfði á hann og sagði líka við hann
að ef að hann gæti þá myndi hann velja hár. Já, akkurat. En þegar hann hringdi líka í Zlatan Ibrahimovic, Zlatan sagði við hann, herðu, taktu mig bara af símaskráninni, Já, eittu bara símanúmer, bara verður þetta ringi með aftur. En já, Mark Gahey, hann stóð sér frábærlega í þessi nýju stöðu. Þetta var mjög áhugavert. Já, algjörlega. En fyrsti sigur Maresca með City í deildinni og það bara frábært fyrir þá. En mikið var þetta erfitt fyrir City og mér fannst Bournemouth vera óhefnir. Já, þeir voru alveg að vissum að þeir voru alveg óhefnir og hvað það með reyna að halda þessu en náttúrulega City minn lá alveg aðeins á þeim og allt það en já, Bournemouth hefði allan alveg mátt fór stigið þarna. Já, ég saman. En vel samt gert hjá City að ná allavega sigrinum. Já. En svona, finnst þér yfir bara City vera þannig að þeir ætla að fara að berjast Englandsmeistaratitil? Nei. Mér rosa minnu þess hver spáð áttur City í Englandsmeistaratitli? Ha? Hver spáð áttur City í Englandsmeistaratitli? Ekki ég. Og það ekki? Nei, við vorum báður Arsenal, alveg rétt. Kristina, ég spáði þeim skal ég segja þriðja sæti, þú spáði með öðru sæti. Já. Englandsmeistaratitli, rólegur. Já, nei, sorry maður. Já, ekki eins og reyna að taka þetta. Nei, ég reyndi þetta samt. Já. Það mistókst. Lokaleikurinn á sunnudaginn var viðureign Newcastle og Liverpool. 2 nýju þjálfarar að mæta hana og þetta byrjaði bara ekki rosa vel, byrjaði vel fyrir Newcastle, Elanga skoraði á 50 mínútu og Newcastle voru yfir í hálfleik. Gakpo jafna svo úr hörkuskoti fyrir utan teig 50.50 en Willock skorar 50.7 og kemur Newcastle aftur yfir. Það var svo ekki fyrir en bara á 90.5 eða bara 97. mínútu að Liverpool fær víti og Superslæ tekur vítið. Superslæ fór á punktinn, var vítaskittan og jafnar þennan leik. 2-2 voru loka tölur í þessum leik. Já. En bara hvernig fannst þér mínir menn? Bara áður en ég byrja. Sko, nú ætla ég bara að vera brútal og heiðarlegur. Mér fannst Liverpool óttu mig miklum vonbrigðum. Þeir voru allt og hægir. Mér fannst til dæmis nýtingin á Ryan Gamoa, hún var ekki alveg góð og hann var eitthvað dapur. Mér fannst það var áberandi og ég að tala sko bara skapið á honum, það eins og var ekki alveg í essinu sínu tilbúin að byrja og ég velti líka bara fyrir mér með hvernig mér fannst þetta með Gravenberch. Hann var latur á hlaupi tilbaka og það var líka kæruleysi í Van Dijk þegar kemur að marki Vissa til dæmis þegar Vissa segir tók sprettið þarna upp í byrjun. Mér fannst þetta alveg gjörsamlega glata sko og einhvern veginn fannst mér líka bara eins og menn voru bara Var það ekki þegar hann stakk Kerkis af? Jú, akkurat. Og þetta er einhvern veginn þannig bara að þetta taktleysi að vera ekki með á hreinu hvernig menn ætla að verjast svona hlaup. Því að Viss ekkert stórkostlegu leikmaður, hann ágætur. Hann gerði óbærslega vel í þessu leik, hann hélt boltanum rosalega vel, en það var enginn tilbúins að tækla, hann var enginn tilbúins að taka. Og Vissa kom mikið aftur og hjálpa til og mér fannst Vissa mjög flottur í þessu leik. Algjörlega og hljópa endalaust. Já. Og ég vissilega þannig að Gravenberch átti stóðsendingu, en mér fannst hann bara
engan veginn alveg góður í þessum leik, engan veginn. Nei, Hann tengir ekki alveg vel við Wirtz og því miður að þannig að Alexander Isak, hann var ekki alveg góður í þessum leik, en það sem ég ætla að segja það að þessi tveir, Isak og Wirtz, við erum búin að vera með vettlingatök í kringum umræðana þessa tvo leikmenn. Þeir voru alltaf Isak með meiðslin, Wirtz nýr í deildin og allt þetta á ekki við lengur. Þessi tveir þurfa að fara gjörsamlega að tækla þetta eins og menn, rífa sig í gang. Það er ekki boðið að vera með vettlingatök í kringum þessa tvo pilta lengur. Þeir kostuðu mikla peninga og þeir verða að fara að skila sínu. Það er komið tími til, en þess ég ætla líka að segja, ég hefði viljað sjá Trey Nyoni fara inn í þetta lið því að það vantaði þessar sendingar sem hann er með fram á við og ég var fyrir mestum vonbrigðum hann fekk ekki tækifæri til þess að koma inn á. Já. Ertu búinn? Í bili. Já. Þá ætla ég að taka við. Já. Sko, ok. Mér fannst ég var að horfa á sama lið eiginlega, sama prógram og við vorum að spila í fyrra undir slott. Sama hæga spilið og veist, það var ekkert í gangi. Af hverju heldur að Isak hafi ekki virkað í þessum leik? Mjög einfalt, þetta var sama prógramið og slott var og Isak var hvergi inn í því prógrami. Hvar er það sem var talað þegar Íriola kom inn? Nú átti að hætta slottboltanum og nú átti að vera miklu líkari kloppboltanum. Já. Þetta var óra fjarri líu frá því að var talað það. Hvar er það? Ég er bara svolítið sammálaður. Því miður fyrir Liverpool og þá fannst mér, jú, það er smávegis breyting sem að sá þarna en þetta var allt og líkt slottboltanum og eins og ég segi. Þetta var bara eins og slottboltin. Þetta var agalega hægt. Horfðu bara til dæmis, horfðu á Brighton-lið til dæmis. Já. Mjög hraðir, hratt spil og þetta var mjög vont. Ríó, hann bara sást ekki breytingarnar. Til dæmis bara þegar Victor Munoz kemur inn á. Já. Með þess að strákurinn Komos kemur líka inn á. Jú. Þá verður breyting, það verður smá hraðabreyting og hægri vængunum fer eitthvað að virka. Algjörlega. Og þá kemur aðeins meiri hraði. Já. Enda er það einkenni Victor Munoz. Nú, allar þessar skiptingar fannst mér virka og ég er algjörlega á það. Og McAllister kom bara, mér fannst að koma flottur inn, Munoz, mér fannst að bara frábær. Araujo, mér fannst hann flottur, mér fannst reyna að koma meiri ró á línuna. Já. Hann var miklu öruggari en Jacket og var flottur í leiknum. Já. Ég meðast mjög ábærandi í þessu leik hvað greinilegt að Van Dijk treystir Kerkes ekki. Leið og einhver kemur á Kerkes og að verja hann, þá var Van Dijk bara kominn strax. Ég er alveg sammálaður og bara leið. Mér fannst það bara líka vera og síðast þá er búið að opna. Já, en nú erum við að tala stjóra sem að þekkir Kerkes alveg opast að vel. Ef einhver stjóri ætti að vita nákvæmlega hvernig hann nýt hans best, þá er það Íriola. En í þessum leik þá hann var ömurlegur, bara sorry. Já, ég bara er algjörlega sammálaður og ég er alveg sammálaður hann Van Dijk treystur honum með engan veginn og sko spurningin er þessi. Hann ekki treyst honum fyrir blýanti sko. Maður sá það bara. Nei. Og eftir að Rokko kom inn á, þá kom mér í ró varnarlínuna því að þá gat Van Dijk einbeitt sig meira því að hjálpa Kerkes. Já, en af því að Rokko, hann dekkaði meira svæði. Hefðirðu viljað taka Kerkes út af og setja Tsimikas inn á? Nei, nákvæmlega. Þeir eru bara ekki búin að leysa þetta. Förum bara í 3 manna varnarlínu og bara Já. Arjúl og Jacket og Van Dijk. Já. Já.
Frípong, guð minn góður, ég ætla ekki að segja meira. Það er Það var komið tími til að hann fari að sína af hverju að maður keyptur til liðsins. Ég er á því að nú verða 3 leikmenn, þessi 3, það er að segja Frimpong, Virts og Ísak, þeir verða að sína eitthvað þessi tímabili. Ísak, Liverpool kaupir bara eitt besta framherja í heimi. Þú heyrir hvað ég sagði, framherja. Já. Liverpoolið spilar ekkit rosa mikið svona framherjalega þannig að sé bolta. Nei. Ísak, það þarf, hann kemur sér tilbaka og sækir, en Ísak er ekki þessi, hann það þjónustu. Já. Og með þessu prógrami, bæði þessi slott spilaði og bæði veg, þetta sem að Iriola bauð ykkur upp á, Ísak bara, hann er bara svo fyrirldir að fljúga einhverstað bara vellin, Það vantar, tökk í þessa drengi. Það er alveg þannig. Og það vantar hraða. Já, og svo er ég ennkomið hægra megin, en hans staða er vinstra megin. Mér finnst það áberandi. Svo Gakpo, hann er orðaður bæði við Tottenham og Manchester City. Já. Gakpo var besti leikmaður Liverpool í þessu leik. Algjörlega. Hann var það. By a country mile. Já. En veist, og það er því miður þannig að það er verið að orða hann frá Liverpool, ég sé því miður vegna þess að hann er ágætur í fótbolta. En hann var bara mjög góður að HM, kemur mjög vel inn. Ef að hann fyrir trausti. Shit. Hvað er í gangi hjá Liverpool? Þá var þetta bara miðlusklúbbur aftur. Ég sverða. Nei. Þetta var ekki það er einhver ævintir í gangi hjá bara sann sem mann, væntanlega. Við trúum því bara. Já. Það þarf að koma eitthvað inn. Newcastle-liðið, við fórum að segja það vissa mér fannst hann bara frábær í þessu leik. Algjörlega. Það keyptur síðasta tímabili, gekk illa, meiddist og þetta var svona pínu erfitt, en núna var með undirbúnings tímabili og bara, ég held að muni blómstra þessu tímabili. Hann fikk mér þess að heiðursskiptingu í lokin. Já. Markvörður þeirra flottur og raun og veru Newcastle-liðið bara Liverpool náði inn í stigi, fyrir mína parta Liverpool átti ekki skila á þetta stig og by the way, var þetta víti? Já, þetta var víti. Já, ok. 100% víti og jú, veist að ég vil meina að Liverpool átti skilið að jafna. Já, ég er ekki að því mér fannst þetta arfaslegt en þetta er náttúrulega, þetta er að byrja. Já. En það er alveg frá byrjun þá ert að safna stigu. Já. Það er bara mál, það er byrjað að telja, Já, algjörlega. Rífið ykkur í gang. Heldur betur rífið ykkur í gang. Ég ætla að reyna að ná mig niður, ég var pirrar að tala þetta. Talandum að safna stigum. Seinasta leikur ensku úrvalsdeildarinnar fór fram í gær mánudaginn þegar Fulham og Chelsea áttust við. Þetta var skemmtilegu leikur, fannst mér og summi blómstruðu undir nýjum prógramum og annað. Það byrjaði Joao Pedro kemur Chelsea yfir, King jafnar fyrir Fulham, Rodgers kemur Chelsea yfir aftur og fer út af fyrstu og svo kemur seinni hálfleikur. Palmer byrja bara seinni hálfleikinn á að skora. Oliver Palmer var flottur í þessu leik, lítur bara mjög vel út, líður greinilega vel undir stjórn Alonso. Garcia minnka muni fyrir Fulham en lengra náði þeir ekki, var tæft á tímabili, en Chelsea liðið, þeir líta samt ótrúlega vel út. Þetta var skemmtilegu bolti. Þetta var skemmtilegu bolti og veistu hvað ég hugsaði þegar ég sá þetta? Þá hugsaði ég, ef að Xabi Alonso hefði verið stjóri Liverpool. Það víst, ég var ógislega til þess að Liverpool spila svona bolta sem Chelsea spilaði. Oh my god. En mér frábært, hann er búin að, allan með þennan fyrsta leik, hann er búin að vekja Palmeri frá dauðum. Hann var bara frábær og flottur í þessum leik. Og með stóðsendingu og mark og bara
Palmer ætlar að fara virkilega að vakna, það mun hjálpa Chelsea-liðinu rosalega mikið. Heldur betur. En eina, ég vil segja, veikasti hlekkur í þessu liði Chelsea, það markvörðurinn. Já, Bara- ég algjörlega sammálaður. Mér finnst hann bara ekki nógu góður. Nei, hann verður til vandræði fyrir þá á þessu Já. tímabili. Hann getur orðin bara raun og veru að falli að upp að ná lengra, sko, Já, ég held að þeir munu vesla síðan markmann, ég algjörlega samfröða hvort það verið þessum glugga eða næsta glugga, en það verið mjög fljótlega. Já, ég trúi ekki öðru. Þeir hljóta að hugsa um þetta og sérstaklega þetta voru, hann gat alveg komið veg fyrir þetta ekki mörkin. orðið full reynd með Sanchez að hann ekki nægilega góður? Já, Hann það ekki nægilega góður fyrir topplið? Já, nei, ég er bara samanlæður. Ég held að. Alveg algjörlega samanlæður. Já. Fúlhamenn, þeir liturinn bara vel út, þeir voru flottir. Já, þeir voru það. Og- Þeir komum og- mér og- svolítið óvart. Já, þeir gerðu það. Já. En það var svona flott, Fúlhamenn voru með boltan, Chelsea-liðið, þeir gáttu bara byggður, raun og veru rólegir, en samt þeir voru alltaf ógnandi. Já. Þeir Chelsea minn mega aðeins verjast betur skyndisóknum. Já, Þeir létu ég aðeins meina, pínu svona, já. Ég er á því að það muni slípast til. Já, ég held það líka. Maður sá alveg svona ákveðna taktik hvernig þetta á að vera Já, og þeir eru að slípast til. já. Ég held að með við þennan leik og hvað var gaman að horfa á Chelsea-liðið að Chelsea muni eiga bara nokkuð spennandi vetur. Ég held það líka. Bíddu, Ég er eru þeir algjörlega ekki sammála. bara þeir eru ekki eru þeir í Evrópudeild? Manna það ekki? Jú. Var það ekki? Jú. Jú. Jú, þeir lentu í ég man það ekki, vá, dottur hausnum á mér. En já, ok, Já. ég bíða bara afsökunar þá Chelsea aðdöfundur, ég var bara að hugsa bara býtu, bara eins og bara býtu nú við, geta bara einbitsar deildinni og bara er þetta bara all in, en svo jú, býtu, eru þeir í Evrópudeild, bara það gæti pínu tröflað en Alonso, hann kann það. Já. Það er bara þannig, hann Það er alveg þannig. Hann er allavega búin að sýna það, finnst mér, í þessum leik að hann veit alveg hvað hann að gera og já, hvernig hvað að segja upplæð mun verða. Mér fannst það bara ábyrjandi skýrt. já, og maður bara sá sko hvernig raun og veru þeir ætla að spila. Og Chelsea er í meistaradeildinni. Já, þeir eru meistaradeildinni. Já. Ok, þá byrði ég bara forlást að bara já, rann úr hausnum á mig bara. Það er bara þannig, maður bara hugsa stundum og hratt. Það er stundum ekki gott fyrir mig að reyna að hugsa mjög hratt oft. Það kann ekki góður lögum stýra og það bara sannaðist þarna. En takk fyrir hjálpina, Kristján, í þessu. Þetta að koma þessu í gegn. En ok, þá erum við búin að renna yfir það allt saman. En nú sagtur því samt í slúðri núna bara að Crystal Palace hefur sett Quinten Timber, miðjumann Marseille, ofarlega óskalefta sinn áður en félagsgetuleiki lokar og samkvæmt miðlum úti hefur Palace þegar haft sambandi Marseille með mögulega að kaupa og einnig rætt við fulltrúa hins 25 ára gamla hollendings áhuga hans á að fara til ensku úrvalsdeildarinnar. En Quinten er tvíburabróðir Jurgen Timber, leikmann Arsenal. Ok. Þannig að það er sagt að Marseille sagt meta þennan miðjumann, tvíburabróðir Timber, á 17 milljónir punda. Þannig að Þetta er tvíburabróðir hans? Nákvæmlega. Það er ég neitt, sko. Já. Eins og þetta er orðið daga, bara chicken shit money. Herðu, já, áður en við fyrir lengri slúðrið þá ætla ég rétt að renna, eins og gera alltaf endan, það er hvernig staðan er í ensku úrvalsdeildinni.
jú. Vísu bara ein umferð búin Já, og byrjum bara á liðum sem eru með 3 stig. já. Það alveg frá fyrsta sætinu inn í 9. En á toppnum eftir 4-0 sigur Brighton, Arsenal í öðru, Brentford 3, Everton 4, Hull City 5, Chelsea 7, Ipswich 7, Manchester City er í 8 og Leeds þeir eru 9 eftir 1-0 sigur. Nú, liðin sem eru með 1 stig, það eru heil 2 lið. Það er Liverpool sem er í 10 og Newcastle, liðin sem skildu jöfn. Nú, svo koma bara liðin hérna eftir hvað töpuðu stórt. Fulham, Bournemouth, Sunderland, Nottingham Forest, Crystal Palace, Manchester United, Coventry, Tottenham og neðstir eru Aston Villa eftir sitt stóra tap. En þetta er náttúrulega eins og ég segði, það er náttúrulega bara, það var bara fyrstu umferð. Já. Sumir fengu skellin, aðrir ekki. Já. Herðu, á ég rétt að renni við smá slúður? Gerð það. Ég reyndar veltinu fyrir mér. Þú varst að segja mig það í ósöðum fréttum að við varum ykkur svaka keppni úrslit. Já. Og keppni innbyrðis. Innbyrðis keppni. Já. Þú ert yfir núna. Ég veit ekki alveg hvernig þú vilt að við teljum saman stína. Er það bara, ef við segjum báðir sigur, að þá er það 2 stig? Nei, 2 sigur, rétt tákn er 1 stig. Rétt tákn er 1 stig. Sigur er 2 stig. Og rétt segir markatalan rétt, það eru 2 stig. Ok, það er ekkert annað. Þetta er ekkert flóknari stigagjöfu það. Já. Samkvæmt mínu hraðri útrenningum þá fekk ég held að ég sé með heil 6 stig meðan þú ert með 7. Ok. Ég held að það sé svoleiðis. Þannig að þú ert yfir en þá. Já. En að vera innbyrðis við kallið minn, ég er eins og þú veist, þú örugglega þegar mjög sigurviss þegar ég er skelfilegur að spá, sko. Þetta fer aldrei vel hjá mér. Herðu, ok, Manchester United hefur trúað því að félagi geti sannfært Arsenal að selja englendinginn Miles Lewis Skelly sem er 19 ára. Og hann leit bara ágætlega út í fyrsta leik hjá Arsenal. Nú, vermiðin mun hljóð upp á meira en 50 milljónir punda og er einn helsti þröskuldurinn í viðræðunum leikmanninn fjölhafa. Og hver er hann þröskuldur? Ég skil þetta ekki alveg. Já, vermiðin sem sagt. Já, ok, nú skildi ég þetta. Ok. Já, ég held að Lewis Skelly gæti fungara flott hjá Manchester. Hvað heldur þú? Þetta rekna. Hann er típisku kallmaður, hann er að rekna, hann getur ekkert annað. Hann getur, heyrðirðu hvað ég sagði? Sko. Herðu. Ég ekki staðfest þetta svo sagði með stígin. Já, það. Ok. Herðu. Manchester United að reyna að kaupa Lewis Skelly 19 ára frá Arsenal á meiri 50 milljónir punda. Come on. Ég held að Skelly muni virka hjá United. Algjörlega samanlega, en þetta er frábær leikmaður og auðvitað er þannig með styrkingurinn sem búin að eiga sér stæði á Arsenal þá er hann að fara og hann er klárlega að fara að fá færri mínútur. Já, hann veit það. Já. Herðu, Gabriel Martinelli færist nær Al-Hilal í Sádi-Arabíu. Í viðræði félagsins við Arsenal hefur gengið vel. Já. Og Brasiliumarinn, hann er bara ekkert í áætlun hjá Mikel Arteta. Þannig að þar kom einhverju öðru inn. Newcastle hefur náð munnlegu samkomulagi við Manchester City kaup á spænska miðjumannunum Nico González. 24 ára fyrir 47 milljónir punda auk 30 milljóna í mögulega viðbótargreiðslur. Já, þetta segir að munnleg samkomulag, það getur þýtt, já.
og Newcastle hefur lagt fram tilboð að virði 34 milljónir punda í sóknarmanninn Mattias Fernandes Pardo sem 21 og leikur með Lille og belgíska landsliðina. Newcastle þeir þurfa alveg að því að halda með því hvað fór frá þeim. Nú Manchester City sem sé hefur blandað sér í baráttuna hollenska sóknarmanninn Cody Gakpo frá Liverpool. Eins og ég sagði áðan, við tölum með Tottenham vill einnig fá Gakpo. Þetta sko í ljósi þess Liverpool getur segist ekki geta notað hann eða hvað, og City segist geta notað hann og Tottenham. Liverpool hefur aldrei sagt að geta ekki notað hann en hérna. En það náttúrulega þeir eru alltaf sér Barcola Liverpool menn. Já. Og meina ef kemur tilboð á 75-80 milljónir punda, ég meina það kannski eitthvað sem Liverpool getur ekki að hafna, því að sko það er talað það það er náttúrulega slúðrað það, skulum bara hafa rétt að sko að Liverpool og Paris Saint-Germain séu raun og veru búin að ná samkomulagi Barcola, en PSG getur og vill ekki gefa það út fyrir en bara á loka degi gluggans. Þetta eitthvað upp á skattamál að gera og eins og tala eitthvað og Excel-stælið. Já. Hvort þeir skrá kaupin á árinu 2026 eða fá að færa þið yfir til 2027. Ég skil. Það er allan slúður sem ég er búin að heyra og það er bara slúður, en við veit ekki hvort að það sé eitthvað til í því. En já, þannig að salan og Gakpo þetta orðið að veruleika út frá því. Já. En það eru staðfest með Baleba til United. Það eru staðfest? Já. Ok, og einhver verðmiði í þessari staðfestingu? 65 milljónir punda. Ok, þannig að hann er að koma. Er að fara. Hann er kominn bara. Það er bara frábært að fá það hann inn í þáttinu okkur. Hann er kominn til United. Þetta er mikil góð styrking. Já, það sem ég ætla að spyrja þig, verður þetta til góðs fyrir United? Já. Farið nú að selja Bruno Fernandes, þá er þetta frábært. En ég held svo sem að Bruno fari ekkert á þessu tímabili allavega. Nei. Ég hugsa ekki, en já. Herðu, já, ok, frábært, Baleba kominn, staðfest. Herðu, Bournemouth hefur hafnað 3 tilboðum frá Chelsea í sumar í miðjumanninn Alex Scott. Þetta er allavega sagt frá þessu. Enga tölur og ekki neitt inn í þessu. Nú, Hull hefur lagt fram tilboð að virði 18 milljónir punda í sóknarmann sem heitir Ansha, sem er 21 árs og leikur með Union Berlin og þýska undir 21 árs landsliðinu. Og viðræður langtímasamning er langt og veg komin, þannig að Hullar fá til sín einhver leikmann. Nú, já, AC Milan íhuga að reyna að fá marokkóska varnarmanninn Mazraoui frá Manchester United. Já. Ok. Nú, hann er ekki búin að vera frábær hjá þeim, sko. Þannig að já, bara spurning hvað United sé tilbúin að fá einhverja aura, en AC Milan, ítast félag, þau borga ekki gríðalega háar summur, sko. Nei, en samt. Þetta er hvorki sátt inn í ensku úrvarsdeildar peningar, sko. Nei, United tekur þetta kassan, maður. Já. Það er ekkert mál. Já. Heyrðu, svo að sagt frá því að ítalska félagið Monza mun bjóða Dele Alli fyrir umleik miðjumanni Tottenham og enska landsliðsins. Þeir ætla að bjóða eins og samning. Hann þetta verið án félags síðan hann yfirgaf Como í september 25. Hann var náttúrulega
bara einhverju andlegu vandamálum hann greið. Já, og því miður Hann var frábær hjá Tottenham. Já, búið að hafa mikil áhrif á ferilnans, það er alveg ótt að segja það. Já, En vonandi bara að þetta gangi eftir og hann nái bara góðri uppsveiflu. já, vonandi bara hans vegna. Já, Herðu, að þú varst að tala Baleba og hann vant að kynntur sér ný leikmaður hjá United, hann skrifaði undir 5 ára samning, ok. kom frá Brighton, en Baleba glímir við meiðsli sem stendur, meiddur ökla og spilar ekki í sinn fyrsta leik með United komandi helgi. Og það mér að búist við því að hann verði í 3 vikur frá. Já, Já, möguleiki á því að hann spili sér fyrsta leik gegn Manchester City 13. september Old Trafford. En já, þannig að þeir nota hann ekki, allan ekki næstu helgi. já, það er sorglegt fyrir hann og United. Já, hörðu, ég ætla að segja frá þessu. Sögðu náttúrulega frá því að Tottenham búið að kaupa Savinho frá City, en Savinho, hann búin að breyta nafninu sínu aftan á treyjunni. Ok, Já, hann heitir núna á treyjunni Savio. Því að Savinho, hann heitir fullu nafni Savio Moreira de Oliveira. En hefur notast til Savinho sem gælunafn. Nú hefur hann hins vegar ákveðið að nota sitt raunverulega nafn, verður númer 17 með nafninu Savio aftan á treyjunni hjá Tottenham. já, Þannig að þeir eru sá Savio, þá er það er Savio, ekki Savinho. já. Það er bara flott. Já. Styttra. Þetta minnir mig bara eins og í handboltanum hérna Sverri Jakobsen. Sem var svo bara Jakobsson raun og veru. Já. Það leiðir þetta ekki mörg ár. Herðu, já, ertu með eitthvað fleira, Kristján minn? Nei, þetta er bara komið. Já, þá er bara komið að þínum flottu fleygu orðum, Kristján, yfir til þín, Kristján. Þakka fyrir, það er komið að því, kæri vinnir, endilega fylgja okkur, ítið á subscribe-takkan, nógu ofta, nógu mikið og deilið þættunum eins og vindurinn. Svo mörg voru þau ár, kæri vinnir, við strákarnir í Boltaðu sem þau kærlega fyrir okkur að sinni. Vonaft gaman af, hlýði Kristjáni, ítið á subscribe og svo munum við trúlega að koma á 50-daginn aftur á spá fyrir umferð númer 2 í ensku úrvalsdeildinni og við Kristján, við bíðum spenntir. Þangað til það verður, okkur hlakka til, sjá þetta, halda áfram að rúlla. En takk fyrir bíli, kæru hlustendur, munið ítið á subscribe, þangað til þetta næst, verið sæl. Bless. Er ekki sko? Gleymdur ít að stopp eða? Ó.